Komiði nú sæl, börnin góð. Molla Hussein heimsótti Babin oft eftir hann hafði fundið hann. Hann fór alltaf að nóttu til, því að eins og þið munið hafði Babin sagt að hver og einn yrði að finna hann af eigin ramleik. Á hverjum degi gat Molla Hussein varla beðið eftir að nóttin kæmi þegar hann gæti verið hjá Babin. Nú, þið vitið að hvenær sem Guð sendir guðlegan kennara til jarðarinnar, velur hinn fyrirheitni nokkra úr fjöldanum af þeim sem elska hann og trúa á hann til að hjálpa sér við starf sitt. Stundum þeir kallaðir lærisveinar. En Babin hafði fleiri en 12. Þeir munu brátt sjá hve margir þeir voru og hvað hann kallaði þá. Nú, jæja. Nótt eina sagði Babin við Molla Hussein: Á morgun munuð 13 af félögum þínum koma. Sýn þú hverjum að einum þeirra ítrustu ástúð og góðvild. Síðan sagði hann Molla Hussein að biðja að Guð mætti einnig leiðbeina þessum mönnum til að finna hinn fyrirheitna. Strax næsta morgun komu þessi 13 vinir Molla Hussein til borgarinnar. Einn þeirra, Ali að nafni, tók eftir því að Molla Hussein var mjög hamingjusamur og svo virtist sem hann væri ekki lengur að leita að hinum fyrirheitna. Ali spurði hann hvers vegna svo væri, hvort hann hefði fundið hinn fyrirheitna. Sárbæn eigi mig að veita þér þessa bón, sagði hann. Sett traust þitt á hann, því hann mun sannarlega leiðbeina skrefum þínum. Ali sagði hinum vinum sínum frá þessu og allir báðu þeir til Guðs að hann mætti leiða þá til hins fyrirheitna. 3 nóttum seinna sá Ali sýn á meðan hann var að biðjast fyrir. Þið vitið kannski að sýn nokkuð sem líkist draumi, nema að sá sem sér hana ekki endilega sofandi. Í þessari sýn fannst Ali hann sjá ljós sem færðist á undan honum. Hann sá sjálfan sig fylgja ljósinu og finna hinn fyrirheitna. Það var nótt, en hann reis strax á fætur og fór heim til Molla Hussein. Hann faðmaði hann að sér og sagði honum frá sýninni. Molla Hussein var mjög glaður. Lof sé Guði sem hefur leitt oss hingað, sagði hann hrærður í huga. Morguninn eftir fór hann með Ali í heimsókn til Babsins. Eþíópíski þjónninn stóð í dyrunum. Hann sagði að húsbóndi sinn hefði kallað á sig fyrir dögun og sagt sér að opna dyrnar og vera viðbúinn. 2 gestir munu koma snemma á morgun. Segð þú við þá frá mér. Gangið inn í nafni Guðs. Þegar þeir 3 ræddu saman þennan morgun, virtist herbergið vera uppljómað. Þeim fannst að nýr og fagur dagur væri kominn. Allir 12 félagar Alís fundu einnig Babin. Suma dreymdi hann, aðrir sá hann í sýn á meðan þeir voru að biðjast fyrir. Þannig gekk það fyrir sig, þar til 17 höfðu fundið hann og orðið lærisveinar hans. Það er að segja, þeir voru reiðubúnir að leggja land undir fót og segja frá hinum nýja degi. Babin kallaði þá bókstafi hins lifanda. Einn þeirra var kona. Þið munið heyra meira hana síðar. Kvöld eitt sagði Babin við Molla Hussein:
Annað kvöld kemur sá bókstafur hins lifanda sem ávantar til að fylla tölu minna útvöldu lærisveina. Sýnir þetta ekki hve undursamlegur hann var, að hann skyldi vita nákvæmlega fyrirfram hvað myndi gerast? Næsta kvöld, þegar Babin var á heimleið í fylgd með Mulla Hussein, kom ungur maður, þreytulegur og rekugur eftir langt ferðalag. Hann þaut samt til þeirra og faðmaði Mulla Hussein að sér. Síðan leit hann á Babin og sagði: Hvers vegna reynir þú að fela hann fyrir mér? Ég þekki hann af göngulaginu einu saman. Mulla Hussein bað hann að bíða augnablik. Svo flýtti hann sér til Babsins og sagði honum frá ferðalánum. Undrast eigi, sagði Babin, á þessari einkennilegu hegðun hans. Vér þekkjum hann nú þegar. Vér biðum vissulega koma hans. Vísa honum á vornfund. Síðan var unga manninum boðið að hitta Babin og það voru miklir fagnaðarfundir. Ungi maðurinn hét Kudús. Nú voru 18 bókstafir hins lifanda tilbúnir að leggja af stað til að segja frá því að hinn fyrirheitni var kominn.